Góðan daginn, gott fólk. Enn og aftur þá ætla ég að nota þessa bjöllu, eða fallegu skál, til að slá inn tóninn. Alltaf jafn guðdómlegt. Tónninn í dag, hann er svolítið hvernig maður gæti til dæmis nota svona hringlu eða eitthvað annað. Flott mynd á þessu. Til að ná sér úr ákveðnu svona, hvað maður að segja, óttaviðbrögðum, því að mörg okkar kannast við það að fá svona flashback yfir í minningar sem að jafnvel við munum ekki eftir en það koma fram í tilfinningunum eða í líkamanum. Þannig að það verður svona, við geymum minni á mörgum stöðum, meðal annars í svona sjónrænu minni og hérna í framheilaberkinum, þar sem við munum alveg, já þetta gerist í gær og hann sagði þetta og ég sagði þetta og svona. Og síðan eru bara minnin oft frá áföllum okkar úr barnæsku, þau eru oft bara grafið djúpt og við munum ekki hlutina en þau koma fram í líkamannum og þau geta komið fram sem rosaleg streita. Bara alveg hérna bara frís. Kannast mögulega einhver við það. Og þegar það gerist þá er eins og slökkni á framheilaberkinum. Það bara slökknar á honum. Og við erum bara í hérna streituviðbrögðunum að flýja, frjósa eða lamast jafnvel eða vera svona þóknari. Þannig að við förum í þann hluta heilans. Og amygdala er hluti heilans sem er svolítið nálægt miðjunni sem að geymir oft þessi viðbrögð, þessi streituviðbrögð við áföllum. Tekur stundum yfir án þess að við ætlum okkur bara með því að triggerast af kannski einhverju setningu sem einhver segir eða bjallan hringir eða við sjáum eitthvað í einhverju bíómynd. Það þarf ofta ekki mikið til að triggerast og bara, af hverju sagðirðu þetta? Eitthvað sem er vel meint, við snúum því á hvolf og lítum á það sem árás á okkur. Til að ná aftur svona tengingu við framheilann og vera hér og nú, þannig að líkaminn okkar sé ekki taugaviðbragði eins og við værum í aðstæðum í den þegar áfalli var að gerast, fyrir ekki við slettuna. En þá gott að nota skynfæri sín, til dæmis, ég notaði eins og svona hringlu við konu sem var hjá mér í meðferð. Hún var ekki, ég segi ekki hún hafi verið í geðrofi, en hún hafði átt mjög erfitt og ég hristi bara í kringum hana og áhyggjurnar þær breyttust yfir í skellihlátur. Hún náði sér aftur. Það er bara magnað. Leikum okkur svolítið. Við erum ekki að, þú veist, tilfinningar eru tilfinningar, þær koma og fara, hugsanir eru hugsanir, þær koma og fara. Ef við dveljum á lengi við þær, meira en 90 sekúndur, þá festast þær og við förum að búa til sögu þær. Þá geta þær enst þess vegna dögum saman, vikum saman, árum saman. Þannig að máli er að búa ekki til sögur í kringum þjáningafullar hugsanir, streituhugsanir. Komum okkur úr þeim. Ég er ekki að tala um að flýja tilfinningarnar sínar. En við viljum ekki endilega alltaf dvelja í áfallinu. Þannig að hljóð, skoða eitthvað, bjölluhljómur, skoða umhverfið, horfa í kringum sig. Já, þessi veggur er hvítur, mér finnst hann ekki fallegur. Svona pæla í umhverfinu. Snerta líkama sinn, horfa í spegil. Ég er hér og nú. Ég er ekki aðstæðum eins og voru þegar voru 5 ára kannski og það var verið að lemja mig eða whatever. Þannig að notum öll skynfærin okkar. Lykt, bragð, borðum eitthvað. Þetta getur líka allt triggerað að vísu. Þú fær kannski kökusneið af einhver, það bara, holy shit. Þetta er sama kakónu ég fékk hérna í þessu hræðilega ammæli þegar ég var 6 ára. Notum það sem næst er til að svipta okkur úr þessu
hugarangri. Og við erum meðvituð að minningar geta komið mjög mikið fram í líkamanum, í líkamlegri tjáningu, við frjósum, við stífnum, við svitnum, þó að við munum ekki. Og við getum leitað okkur aðstoða við því, hvernig við getum losað það án þess að fara inn í eitthvað of mikið sársauka. Það er engin ástæða til þess endilega að fara í of mikið sársauka. Það er hægt að létta á öllu kerfinu, taugakerfinu. Það er það sem skiptir öllu máli. Það er að létta á taugakerfinu svo okkur líður betur og við séum ekki í streitunni. Þannig ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni og að venju að þá ætla ég að slá þennan fallega bjölluhljóm og biðja ykkur að brosa með hjartanu til allra í dag sem þið mætið. Af hverju ekki?